Góðan daginn og velkomin. Við erum að fara í einhverja ferð með Drottni og eins og fer þá fær bara hann að stjórna og stýra hvernig þetta allt saman fer og umræðuefninu líka. Það er svona leiðin sem við höfum farið á þessum bæ og ekki annað að sjá hann að það sé að reynast bara ágætlega. Við þjónum nefnilega lifandi Guði, þannig að það er ekkert út í bláin að vera að tala með þessum hætti. Við hins vegar sjáum ekki Guð berum augum og getum ekki horft á hann svona eins og við horfum hvort á annað, en hann er þarna samt sem segir okkur að það er annar raunveruleiki sem við sjáum ekki. Það er að segja að Guð er góður og hann setur í okkur heilagan anda og gefur okkur trú, og með heilugum anda og í trúnni okkar þá sjáum við Guð, en sjáum hann þó ekki. Við getum ekki lýst honum, en við vitum að hann er þarna og erum ekki nokkru vafa það að svo sé. Þetta er að eiga til lifandi trú á Jesú, og þessa trú áttu ef þú ert frelsuð manneskja og ef þú ræktar samfélagar þitt við hann á hverjum degi. Og þú einnig ræður því hvort svo sé eða þú þverskallist við. Sumir gera það, en ættu þetta ekki að gera það, því að trú á Jesú er lífið sjálft og ekkert minna heldur en það. Þetta er nú það sem að trúin er nú að tala og staglast á alla daga. Alveg frá því hún kom, þá hefur hún staglast á þessu. Að þú ert aðeins hér skamma stund og það veit hver maður, en sumir átta sig ekki á því að þú ert miklu meira heldur en það sem þú ert að horfa á hér og nú. Í þér býrandi, og það sem að Drottinn skóp, og það sem hann býr til er eilíft. Líkaminn er skammunur og lifir í einhver áratugi og svo fer hann, en þú ert ekki þar með farin. Og það gerir málið svo alvarlegt líka, því þú ert ekkert farin eitt. Þú ert einhver staðar, ég veit ekki hvar, en þú ert einhver staðar og ég, og við förum öll einhvað. Þess vegna eigum við líka til fullvissu þetta atriði, vegna þess að við trúum á Jesú. Við segjum, ok, við förum bara til hans. Veist þú hvert þú ert að fara? Ég veit ekkert það, ef þú á til Jesú í hjarta þínu þá, já, reikna ég með að þú sért alveg viss hvert stefni. Þetta er ekki hræðslu áróður, þetta er að segja fólki sannleikann. Mér er vel ljóst að það er ekki allir sem taka þessu, finnst þetta óþægilegt að heyra þetta. Sumir finnst bara einfaldlega óþægilegt að heyra sannleikann. Það er vegna þess að það er ekkert allir endilega að velta honum svo mikið fyrir sig, en þó ég velta honum mikið fyrir mig, þá er hann nú samt sannleikur. Hvernig ætlar þú að breyta að tesa svona 274? Þú getur það ekki og þú veist það. Þannig að sumt er alveg borðleggjandi og menn kannski trúa þess ekki að þetta sé svona, að þetta eiga ekki þennan heilaga anda í hjarta sínu. Hann sker úr vissu og fullvissu þarna og eða ekki. Og ég vil eiga fullvissu í mínu hjarta og ég fekk hana sem gjöf þegar ég fekk trúna. Þá vissi ég strax á hvaða leið ég væri komin á. Og þessi ganga hefur verið frá 1989 og er enn á fullu spani og ég ekki að fara neitt. Hvert á ég að fara? Sögðu ekki postularnir, þú hefur orðið eilífs lífs. Þegar hann var spurður, þeir voru spurðir, ætlið þér líka að fara? Og þá var einhver hópur manna og kvenna yfirgefa Krist vegna einhver sem að sagði, sem að múðgaði það svo að það bara meiri hlutin af fólkinu fór. Og stundum gerist þetta þannig að við erum mjög hrifin af Drottni og svo gerist eitthvað þar, það þarf ekki að vera nema einhver orð, þá er bara megin parturinn farinn. Menn menn eru svo rótlausir
sem festa svo illa rætur þó að tíma þeir hafi trúað og virkilega trúað, að þá festa þeir svo illa rætur að trúin í raun og veru verður aldrei hvorki fugl eða fiskur. En hún á að vera annað hvort. Hún verður annað hvort ef að þú bara velur að fara þá leið sem Drottinn að fara og það heitir viss trú. Við þurfum trú til þess að geta klára þetta stykki og við klárum þetta stykki þegar við höfum endað yfir okkar en fyrir ekki. Þannig að hver dagur í sjálfu sér baráttu dagur vegna þess að það stundum atgangur í kringum þetta kristna fólk og það náttúrulega alltaf atgangur í kringum lífið á einum og öðrum tíma og líka í kringum þetta kristna fólk vegna þess að það kristið. Og við erum náttúrulega eins og við erum auðsærð og okkur finnst stundum að okkur vegið allt saman það. En það allt saman bara partur af þessu lífi og það líður hjá og gengur yfir og allt saman það og við rísum upp úr þessu allt saman keik á þess að þannig sé nokkuð hafi gerst annað við verðum kannski smá svegt. Það rossum við verðum það og það alltaf að verða smá svegtur. Þannig sjáum við að við þurfum að vera móða úr og vinna úr alls konar aðstæðum og efni sem gengur að okkur og við áttum ekkert von á. Þegar við vitum bara andartaki hér og nú, hvað er fyrir framan þetta andartak, það getur enginn maður vitað. En við getum auðvitað getið okkur til eitt og annað. Þess vegna það svo mikill akkur í og mikill styrkur í að þjóna Jesú sem veit já þennan dag og ævi þín á enda og hvað muni reka á þína fjörur ævi þín á enda og hann með, hann leiðir þetta og mörgum keldum ætli hann hafi stýrt okkur framjá vegna þess að hann sá sem leiðir. Já, við vitum ekkert það en það má rekna með því að það séu oft bara mjög margar. Við önum oft áfram bara með bundi fyrir augun svo til. En núna erum við ekki lengur með bundi fyrir augun, það er búið að taka bindi frá augunum og við sjáum vel í Jesú nafni og það breytir öllu. Það er að sjá vel í þessu Jesú nafni. Og Drottinn góður, hann stór, hann öflugur, hann mikill og veit alveg hvernig við erum. Að við erum bara veikleika af við fólk. Viljum svo sem vel, en erum veikleika af við fólk og erum oft klaufalegir í samskiptum hvort við annað. Og þetta það að vera í þessu lífi, innan allt þetta fólk, sem þessi veikborni maður, sem gerir, vill svo sem gera rétt, en gerir ekki alltaf rétt, og situr uppi með það, og við sitjum uppi með margt í raun og veru. En það þýðir ekki að stoppa bara þar og láta hendur falla, við þurfum að vinna úr þessu. Af hverju? Af því við ætlum að halda áfram, og okkur ekki boðið neitt nema að halda áfram. Dagurinn í dag þess að klára. Við vöknum inn í þennan dag, en við þurfum að klára og við klárum hann. Og við höfum lært það í gegnum tíðinni að það betra að klára hann með stæl en með einhverjum ósköpum. Þannig að við ráðum svo mörgu hvernig þetta Erum við fólki sem leitum sátta? Já, margir gera það nú, en sumir eru líka klauski við það að leita sátta og það svo mikið sem kemur upp í okkur sem að okkur líkar ekki. Og hvernig á að bregðast við því? Það svo margt sem okkur líkar ekki. Við verðum bara að láta okkur hafa það að þetta rísi upp eða hitt. Vegna þess við ráðum svo litlu. En við ráðum okkur miklu það hvernig við bregðumstum við. Og það getur verið kennsla fyrir einhvern að standa andspænis því hvernig hann brást við. Voru viðbrögðin röng, voru viðbrögðin rétt. Þetta allt saman hægt að læra. Og þetta lærum við að því við höfum á því að læra aðeins meira eitt og annað. Þannig að við höfum frá mörgu að segja, það ekki spurning það. Það líka áhald það hvernig við segjum hlutina.
Við þurfum að læra það líka. Hvernig erum við að lýsa atburðum sem að henta okkur? Er það sannleikanum samkvæmt eða er það svona aðeins þess að réttlæta okkur sjálf? Þetta allt í boði. Rétt og það sem skeði, það skeði. Við skulum bara segja frá því eins og það var. Og allt svona ærlegt fólk, sem ég veit að flestir eru nú, og það gerir það líka. Þannig að við erum alltaf að læra eitthvað, við erum alltaf að lenda í einhverju sem var óvænt og erum ekki alveg með að reyna hvers vegna gerðist, en það gerðist og við sitjum uppi með það og punktur og eftir. En það engin heimsendir þar með þó eitthvað hafi skeð, eitthvað smávegis hafi skeð, þá það engin heimsendir. Við þurfum áfram að lifa þessu lífi og halda áfram með þetta ágæta líf okkar. Við gerum það vegna þess að við viljum það. Við viljum gera það sem rétt og fara veg sem réttur. Og við getum það að því við erum vítibornar manneskjur. Og meira, í dag eigum við til Jesú í okkar hjarta sem veit sporin okkar. Og það merkilegt að hugsa til þess að hann veit sporin okkar. Ég veit bara þetta andartak sem ég er í núna, hvað meira gerist hef ég ekki hugmynd um. Ég býð í Jesú nafni að það gerist allavega ekkert sem að veldur tjóni. En maður veit svo sem aldrei hvernig maður sleppur. En ef maður sleppur ekki þá er það bara eitthvað sem maður þarf að kljást við. Þar kom heldur enginn heimsendir. En viðbrögð mín þau skera úr svona ástandið á mér sjálfum. Og Drottinn er alltaf með í öllu, hann veit allt og hann er svo sem ekkert að hafna einstaklingi þó hann leggist eitthvað á, aldrei ekki. Hann er hérna til þess að lagfæra það með þeim hætti að það gerist allavega ekki aftur. Og það gerist allavega ekki aftur ef maður heldur varðberginu á stöðugu og það getur maður lært vanist við og tamist við. Og svo siglum við í gegnum þennan sjó, stundum ruggar og stundum veltur og stundum gefur á. En við sleppum fyrir horn vegna þess að við kunnum orðið lagið á þessu. Það er ákveðin list og kúnst að sigla sjóinn ef hann er ókýr. Það vita sjómenn betur öðrum mönnum sem í þessu allan daginn, allt árið. Men þeir læra á þetta. Þeir fara ekki lengra en þeir geta hverju sinni, en þeir komast í gegnum þetta á þess að nokkur skaðist neinstaða. Og það er nú líka kúnstinn, það er nú að fara með þetta þannig að það verði nú engin slys af. En þau svo sem gera ekki boð á undan sér, sem kallar á það að ég þarf að vera á varðbergi. Á hverjum tíma. Og Guð gefi að við öll séum þetta varðbergs fólk sem stöndum okkar stöðu og gerum það sem að þarf þegar þarf. Þannig að okkur leggist ekki á. En hættan verður minni og já, kannski má núla hann út svona nokkurn veginn ef við leiðum bara Jesú að leiða okkur, stjórna okkur og stýra, en við verðum þó að hlýða honum. Hann tekur aldrei fram fyrir vilja minn, en ég get hlýtt honum. Ok, þú vilt að ég geri þetta og þá geri ég þetta. Þetta er svona lærdómur líka. Og þetta er það að ganga með Jesú, vera með honum og lifa með honum. Því að þetta getum við svo vel gert. Þannig að okkur er ekkert við neinni hrösun hætt. En það breytir ekkert engum það að það getur allt gerst samt. En þá verðum við líka bara að vinna úr því og vinna rétt úr því og leysa málin. Því öll mál má leysa, það er ekki spurning. Og það hefur maður séð aftur og aftur að þú getur raun og veru leyst hvaða mál sem er. Það er að segja ef að vilji er til þess. Og Guð gef okkur að við eigum vilja til þess að ganga í að leysa mál þegar þú komu. Yfirleitt er þetta svona slett og fellt og fínt, en það getur alltaf eitthvað gerst í Jesú nafni.
En við höfum þetta bara stutt og laggótt í dag og Konráð kveður.